Kæru vinir, hvað segir maður, gleðilegt nýtt gamlársár eða takk fyrir liðið ár? Það kannski fljótt að segja takk fyrir liðið ár því að það nú ennþá ykkur klukkutímar eftir að því, en kannski má bara segja takk fyrir gamla árið, takk fyrir það sem af gamla ársins og því í dag gamlársdagur og ekki fyrsta skipti sem hann og hann líklega með svolítið öðru sniði í ár heldur en verið hefur, það vegna þessa COVID-faraldurs sem að tröllríður öllu og ekki bara á Íslandi heldur heiminum öllum og allir, hver einasta manneskja á vissan hátt heft af henni og þessi veira, hún stjórnar þessu nú svolítið mikið, en þarf ekki að stjórna lífi okkar algjörlega. Því við getum gert ýmislegt til þess að verjast og varna því að fá þetta, en meðan að þetta að þá í sjálfu sér engin öruggur en við höfum leiðirnar, við höfum það að gera það sem að þessi ágætu sóttvarnar yfirvöld krefjast af okkur og þá held ég að við séum nú svona nokkuð vel varin en örugg erum við ekki, það verður ekki fyrir en þetta bara garð gengið, hvernig sem það verður. En við erum sem sagt í þessu gamla ári og gamla árið eins og gamlársdagur eins og verið hefur, þá hann svolítið keimlíkur hverjum fyrir sig og það nú til siðs ennþá að safna í bálkesti og það til siðs ennþá að skjóta upp flugeldum og þar fram eftir götunum, þannig að við erum allavega undir þessu þó að líklegt sé nú að líka verði breyting á svona í þetta skipti hvað sem verður á næsta gamlárskvöldi eftir ár, vitum við ekki en við trúum því nú að þá verði nú margt komið aftur í þann farveg sem það var áður en þessi ósköp öll dundu á í febrúar eða mars á þessu ári. Þannig að mánuðirnir að baki eru orðnir allmargir. En þetta eitt af því, elskuðu vinir, sem við ráðum ekkert við. Við höfum ekkert þessi svona mál að segja. Eitt sem við getum gert og margir, og ég þakka Guði fyrir það, hafa gert að standa gegn þessu allavega með því að láta ekki óttan algjörlega hertaka sig því að óttin svo mikið ef hann kemst að þá bara gleypir hann okkur með húð og hári og þessi ótti þannig gerður að hann miskunnar engum, það engin miskun til í honum. En við getum forðast það að lenda í gini hans og við höfum margar leiðir til þess, ein og öflugasta leiðin auðvitað Kristur. Hann líka í dag þó að sé gamlársdagur og menn svona jafnvel búnir að byrgja þessu upp á flugvöldum og slíku sem ég reikna nú með að hafi nú eitthvað verið gert af, líklega hefur nú einnig verið settar einhverja skammtanir á það allt saman því að þessi ágæta tala sem má vera og bilið á milli manna ákveðið og allir verða því miður að lúta þessu því að annað ekki að ræða. Þannig við sjáum að við erum á svolítið einkennilegum tímum og það ekki til svo manneskja sem ekki tekur undir að við séum á einkennilegum tímum og sér ekki að allt í raun og veru hefur breyst frá því sem var. En síðan það spurningin, kæru vinir, hvað ætlum við að læra af þessu? Munum við draga einhvern lærdóm af þessu þegar allt garð gengið eða hefur þetta breytt okkur á einhverju leyti? Það hefur maður nú séð í gegnum eitt og annað að það afskaplega erfitt að fá manninn til þess að söðla í hugsun og það bara eiginlega útilokað. Þannig að svona í skjóli sögunar og í skjóli reynslunar og í skjóli þess sem að maður hefur séð, þrátt fyrir það að í dag sé gamlársdagur,
þá sér maður ekki að svona þessi hugarfarsbreyting verði á einu eða neinu. Því að þegar svona sjokkið farið, þá hefur þetta alla tilhneigingu til þess að fara bara í sinn gamla farveg og þetta hefur við séð aftur og aftur gerast í lífinu. Þannig að það er svona við erfiðan ram að toga þarna. En það er svo sem ekkert allt vonlaust og ég vil nú ekki líta á þetta sem allt vonlaust og svart og segulaust en ég get alveg tekið undir með þeim sem segja að þetta séu einkennilegi tímar og því að ég er í þessum einkennilegu tímum rétt eins og hver annar og getist ekkert annað. En nú er upprunnin gamlársdagur og veit ekki hvað menn svo sem hugsa sér með hann, hvað þeir geta í raun og veru gert, ég veit það ekki alveg, en það má reikna með því að einhverju kestir dragist upp og það sem kostur hefur verið dregin upp, þar verður líka bál og bálið svona er hluti af þessari ágætu gamlarsárs menningu okkar og ekkert það að segja og alveg sjálfsagt ef einhver kostur að halda þessu við, því að þetta er bara siður okkar Íslendinga. Ég þekki þetta ekki í öðrum þjóðum, það getur vel verið að Íslendingar séu svona einráðir brennurnar, ég bara hef ekki kynnt mér það, en allavega við höfum gert þetta svona og mögulegt að þetta upphafið af þessum gamlársásbrennum, að það eru náttúrulega áramót framöndan og við erum að tala nýtt og nýju ára og svo framvegis. Upphafið af þessu hafa nú bara verið það að fólki var gefinn kostur á að losa sig við eitthvað dót og drasl í kringum hjá sér og kveiki í því, setja í köst og kveiki í því og að þessi dagur, gamlársdagur, þetta er svona viðeigandi dagur hvað þetta varðar, hafi orðið fyrir valinu að þessu leyti. Það er auðvitað eitthvað sem ég bara geta mér til en væri ekkert ólíklegt að hefði skeð því að þetta er svona ákveðin tímamót. Nýtt ár, margir segja ný byrjun og nýtt uppaf og svona gamla árið búið og við gerum það upp með því að við hendum draslinu sem að sankast hefur að okkur og það hafi svona verið byrjunin á þessu brennu menningu okkar. Þannig við sjáum að til að byrja með er hugsunin afskaplega góð að því leyti til að hún vil hvetja menn til að svona taka aðeins til í kringum sig og það er svo sem allur gangur og því hvernig þessi tiltekt í kringum til að mynda hús hafa verið. Þau eru til fyrirmyndar í dag og hafa lengi verið í áratugi en ég man þó tíma þar sem að alls konar var í gangi í kringum þetta hús og hitt húsið og flest hús. Ef einhver tók sér taki og gerði eitthvað svona þá var það bara hans sjálfsvilja átak og ákvörðun. Engin hvatning í gangi þannig séð frá bænum eða neinu slíku, heldur bara var þetta eitthvað sem að menn fundi og sjálfu sér að gera, en núna er þetta orðið miklu meira svona opinberar, ekki kannski tilskipanir, en mikið af þessu í dag er opinbert verk og mönnum er boðið að koma með á þessa bálkesti eða allavega að koma þið fyrir einhver staðar þar sem þeim er síðan stafnað saman í þessa bálkesti. Þetta er ekki allt gert með stórvirkum vélum í dag þannig að það er ekki saman að jafna heldur því að flestar af þessum brennu voru nú bara týndar á höndum, ef svo má segja, og dregnar af afli líkamanns. Þannig var þetta nú mikið til og það er nefnilega svolítið merkileg saga finnst mér í kringum þessa brennusöfnun og hvernig þetta allt saman gerðist því að sumar af þessum brennum sem þannig urðu til voru bara býsna stóra. Það var hellingsvinna og þurfti marga til að gera slíkt kleift. Þetta gátu alveg verið margra metra háar brennur og þykkar og breiðar eftir því og sem tók tíma að brenna upp til ösku, þannig var þetta nú hér í einatíð að brennur brunnu bara upp til ösku, það var ekki slökkt í þeim eins og mér skilst að sé gert í dag.
En við skulum segja þetta gott og við skulum fá eitthvað annað gott efni og svo komum við aftur inn með einhverja svona fallega hugveikju. vinir, þetta var gott efni sem við vorum að horfa á og skemmtilegt efni og kannski fyrir einhvern viðeigandi efni því að þetta þáttur sem við erum að tala gamlárskvöld á og við reynum að halda okkur þeim megin línu en erum inn í þessu aðstæðum sem nú eru og erfitt að ýta þeim alveg til hliðar og fjalla ekkert það eins og allt annað sem stórt í sniðum í kringum okkur, það einhvern veginn vill nú bara toga að sér athygli. Og það er ekkert óeðlilegt í það því að það sem fyrirferða mikið og stórt og öflugt og allt saman það vill draga okkur að sér.
En það ekki allt neitt sérstaklega gott sem við erum að draga stað og ég get nú ekki sagt að þetta atriði sé neitt sérstaklega gott en það þarna. Það að þvælast fyrir okkur, það má nú alveg segja að það sé. En gamlársdagurinn blessaður, hann ekkert í sjálfu sér að þvælast neitt fyrir, hvorki mér eða þér eða það, ég kannast ekki við það. Mér finnst svona þó maður sé nú orðin komin á þennan aldur og gamlársdagurinn hafi ekki sama vægi fyrir mig í dag eins og hann gerði þegar ég var ungur og fallegri, ég nú fallegur ennþá en ég var kannski einhvern tímann aðeins fallegri, sléttari, segjum það, ekki með grátt hár. En þá hafði þetta nú allt saman svolítið annað vægi fyrir mann og maður ofboðslega þakklátur fyrir sína æsku að svo mörgu leyti. Að þessu leyti til dæmis að hafa fengið þau forréttindi að takast á við þetta verk eins og gert var þá. Maður fæddist auðvitað bara inn í þessa kringumstæður og þá var þetta með þessum hætti og svo eldist maður auðvitað og það að breytast allt í kringum hann og það gerðist á þessu árabili urðu alveg söðlanir til hægri og vinstri en eftir stóð maður sjálfur orðinn eldri og reyndar allt saman það með þetta með sér sem var svo allt öðruvísi gert en síðar var. Og það eru svona gersemar sem maður skal ekki gera lítið úr og við sem erum á mínum aldri, við eigum þessar gersemar til og kannski gerum misjafnlega mikið við, eins og gengur bara í þessu, menn gera misjafnlega mikið við það sem þeir eiga og hafa reynt, en þeir eiga þetta og þeir geta tosað þetta upp og þeir geta miðað við það sem var af því þeir voru þar sjálfir og vegið og metið, ekki svo að skilja kæri sér neitt að taka þetta upp aftur og það verður heldur aldrei gert. Þetta bara liðið, en eftir í minningunni og þetta reynsla mín sem mér þykir sjálfum afskaplega vænt Mikið gaman að hafa verið einn þeirra sem var uppi og tók þátt. Eins og við vorum að tala áðan í fyrra hlutanum að þá voru þessar brennur til að mynda að stærstum hluta til að hver og einn kom bara með eitthvað í brennuna. Og þetta var mikið byggt á krökkum, krökkum, ungum krökkum mörgum. Og þeir voru með, og þessu ágætu börn voru með alls konar farartæki sem sennilega þau gerðu sjálf. Við köllum það hjólatíkur. Hétta ekki einhvern tímann kassabíll, ég veit ekki hvað þetta héti. Við köllum þetta alltaf bara hjólatíkur. Þetta var ósköp einföld smíð. Og sama stóð af 4 hjólum og 3 spýtum á milli þessara 4 hjóla og þar var hægt að setja alls konar og sjálfan sér líka og renna sér niður brekku og aðra. Við notuðum þetta mikið til þess að sækja á brennuefni og fórum nágrennið okkar og týndum það sem við gátum týnt og svo framvegis og svona gerðu krakkar í þessu nágrenni allavega í Hafnarfirði. Og ég alveg nokkuð viss það að aðrir krakkar annars staðar í öðrum hverfum segi sömu sögu, en svona bara var þetta gert. Ég man ekki eftir því að neitt hafi verið gert til þess að tilkynna að nú ætlum við að fara að safna í brenna, getur vel verið það að vera, ég sé búin að gleyma því, en í desember var það allavega til síðs í minni tíð að þá einhvern veginn bara hófst þetta. Maður bara sett á sig vettlinga eða ekki vettlinga og klæddi sig upp og fór af stað og svo koma maður með eitthvað, við sem vorum saman í þessu, þetta vorum alltaf einhverju flokkar sem tóku þátt í þessu, að þeir komu á brennustaðinn og þar var yfirleitt svolítið hópur af fólki og komið svolítið drasl frá þessu fólki, eða mest krökkum. Þannig þetta var bara góðu tími og þetta var eitthvað sem maður lærði af og eignaðist af góðar minningar. Það náttúrulega skiljanlegt. Það verða til góðar minningar þegar þú ert að gera eitthvað frá þínu eigin hjarta og sérð eitthvað vera til af þínum verkum
sem þáttakandi í þessu verki og brenna ekkert annað en verk og við vorum þáttakandur í þessu og áttum þetta. Þessi hópur allur ekki einhver einn og þetta stekkaði brenna til að gera þetta eftir ákveðnu reglum sem ekki var sama hvernig var gert og það voru nú einhverjir kunnáttumenn sem byrjaðu á því að hlaða brennuna, byrja á brennuna þannig hún yrði nú svona nokkur rétt og svo hlóðst utan á það og þegar hún fór að standa svona sjálf og allt saman það, þá var ekkert mál að bara tína á hana eins og hver vildi. Og svo settu röðu menn sér upp í brennurnar og handlenguðu efnið upp brennuna alveg upp í topp þess vegna og það var hlaðið utan á hana og hún breikkaði og stekkaði af því að það var hlaðið utan á hana og svo var bara ekkert hana að ræða en að halda bara áfram og við vildum auðvitað hafa hana sem allar stærsta, það var nú alltaf keppikefli að hafa hana stærri. Við vorum alltaf í keppni við á holtinu, Hvaleyrarbrennunni, þeir voru alltaf stærstir, þeir svindluðu svo mikið því að þeir notuðu alltaf einhver tæki. Ég held að bærinn hafa nú eitthvað verið í kringu það mál og við vorum bara með okkar öfluga skrokk. Ég man aldrei eftir neinu bíl, þannig séð getur vel verið bíl einhvern tímann og ferðinni, vörubíl eða eitthvað en maður var auðvitað ekkert öllum stundum þarna en allavega það sem ég man eftir sá ég aldrei nokkun bíl en maður sá oft alveg helling af fólki, mest auðvitað krökkum og því að krakkarnir eins og við vorum að tala áðan voru svona undir þessa brennun í bænum. Ég er nokkuð viss að þannig hafi verið all landið. Ég er alveg viss að fólk sem er á mínum aldri mann þetta, nákvæmlega eins og ég er að segja það. Þannig við vorum ekkert einir þetta. Þetta var bara siður all land. Ef átt að gera þetta, þá var þetta gert svona og ekkert öðruvísi. En eins og við vorum líka að tala þá voru margt breyst í okkar ágæta landi og þetta mátti margt breytast og allt saman það. Þetta bara þróun sem verður og það stoppar hana enginn. En núna þetta ekki svona. Það bara stórvirkar vélar í öllu og allstaðar og það vinnaverkið. Vélar vinnaverkið. En maðurinn bara í afslöpun heima að horfa á vídeó. Mögulega kemur einhver til þess að horfa á eldinn. Hann sogar alltaf að vegna þess að þetta svona ákveðin bara pínlítil uppbrot á deginu. Það ekki hægt að segja neitt annað og menn fara þarna. Þetta oft heilu fjölskyldu stundirnar þarna við þessa elda. Stundum einhverja uppákomur í kringu þessa elda, einhverja skottur og púkar að hlaupa þarna en svona allavega þetta hefð sem líklega verður öðruvísi núna heldur en hefur verið vegna ástandsins en eitthvað samt sem að ég trúi allavega að haldist að einhverju leyti og ég bið nú bara inn í það mál því að það þarf ekkert að loka öllu þó að eitthvað ástand sé á sem okkur þykir ekki gott. En við verðum auðvitað að gæta því hvað við erum að gera og vita auðvitað hvað við erum að gera og margir vita það nú því að heilmikið höfum við nú lært í þessum svokallaða faraldri og faraldri auðvitað því að þetta er ekkert annað. Við erum búin að læra alveg helling. Við reynum að fara varlega hvert fyrir sig og vita svona hvað við getum gert og flestir gera það nú. Það má alveg hæla þjóðinni fyrir þetta hvað hún hefur svona verið vakandi fyrir þessu. En síðan það alltaf spurningin hvað verður þegar þetta garð gengið. Ef að maður horfir á sögun og það sem hefur gert, sér maður ekkert annað en að þetta fari bara aftur í sama farveg. Þannig hefur þetta alltaf verið. Og maður spyr, hvað ætti að hafa breyst núna? Ég bara veit það ekki. Ég veit ekki hvort að hafi eitthvað breyst. En við ætlum að hafa vissan tíma á þessu þannig að við segjum þetta gott og við kveðjum núna, fáum eitthvað efni og svo lokum við þættinum. Já, ágætu hlustendur. Við höfum verið að horfa á ágætisefni
svo sem atriði sem við þekkjum öll og veitum einhver skil á, mismunandi þó. Allt er þetta sína reynslu, allt er þetta með sinni reynslu og allt saman það og við höfum sopið ýmsa fjöruna í gegnum lífið og lært helling af lífinu og lífið er auðvitað til þess að læra af því og það hefur alla til svo manneskja sem hefur ekki eitthvað lærdóm dregið af sjálfu lífinu og það er sem sagt komið að lokum þessa þáttar og það hefur auðvitað gaman að vinna eins og alla hinna þættina sem við erum að vinna á þessum stað og við erum ekkert að hætta því neitt, við ætlum að halda þess áfram og af því þú ætlar að vera svo duglegur að biðja með mér inn í þessu ósköp öll. Það er nú ekki létt að tundið að vilja biðja inn í ósköpun öll hjá hvort sem er mér eða þér því að þannig hefst þetta nú allt saman og það er nú mín reynsla lifandi Guði, hann er alveg tilbúinn til þess að leika sér svo lítið með okkur. Sumir hafa gaman að því að gera þetta sem ég er að gera og aðrir að einhverju öðru og allt saman er þetta nú heimilt og leyfilegt og allt saman það og svo fremi sem við bara gætum okkar á að bara vera með gott efni. Það er hægt að vera með gott efni af alls konar toga og þú varst að hlusta á og horfa á hreint prýðilegt efni. Erum við ekki enn að sammála það? Ég hyggst svo að vera. En við ætlum að kveðja núna og svo ætlum við að óska okkur enn og aftur til hamingju með gamla árið og við trúum því að nýja árið ætli að færa okkur eitthvað alveg sérstakt sem að engum okkar órar fyrir í blessun og gæfu. Verið þið sæl.